Ok, það annað sem ég langar að nefna varðandi skábreytið. Þannig við skulum skoða aftur hérna skábreytið. Þannig við höfum eitthvað hotn hérna þetta og eitthvað kassa M svona ofan á skábreytinu og við vorum búin að tala að það væri FG sama sem MG hérna og að við getum liðað svona kraftin hérna. Fengum MG sin þetta og MG cos þetta og þetta var hotnið þetta og við vorum með þverkraftin hérna þótt og við vorum með F núna hérna. Þetta var það sem við tölum í síðasta myndbandi og þá sem sagt vangavelta af því að ef við hugsum okkur að við séum bara með flatt borð þá auðvitað vitum við að kassin mun ekkert fara að renna af stað. Þannig er ekkert að fara að fá okkur hröðun hérna til vinstri. En við sýndum samt áðan að hröðunin hérna niður skábreytið, kannski við gerum það bara aftur örsnögt. Þannig M sinum A 0 var sama sem og við skrifum bara kraftana þannig að þetta var MG sin þetta mínus F núl sem var að draga hann tilbaka og síðan vorum við með þótt mínus MG cos þetta og við fengum þannig að þótt var sama sem MG cos þetta og A var sama sem var sama sem D sinus af þetta mínus mu cosinus af þetta. Ok, þannig við fengum að þetta var hröðunin hérna A niður skábreytið. En við sjáum að ef við værum til dæmis með flatt borð massa M, þannig ef við myndum tjekka A af hotninu þetta sama sem 0 gráður, þá myndum við fá að þetta væri það sama og G sinnum sinus á 0 gráðum mínus mu sinnum cosinus af 0 gráðum en við veitum að sinus af 0 gráðum það er 0 og cosinus af 0 gráðum er 1. Þannig við myndum fá að þetta væri mínus mu g. Þannig af einhverju undarlegri ástæðu þá væri kassin að fá hröðun hérna mínus mu g til hægri. Skrítið. Þannig þetta gengur ekki alveg upp. Þannig það sem við vorum að gera áðan var að við vorum eiginlega að gera ráð fyrir að hotnið þetta væri svo stórt að kassin myndi byrja að renna niður. Þetta myndi benda til þess að hann væri að fara í þessa átt í alvörunni en ekki niður skábreytið. Þetta í sömu átt og núningskrafturinn sem kannski rót vandans. Ok, þannig við skulum einhvern veginn, þannig það sem ég reyna að segja það er til eitthvað hotn þetta og við skulum kalla min hvað er maður þetta min? Þannig að það er til eitthvað hotn þetta þannig að fyrir öll þetta stærra heldur en þetta min þá rennur kannski niður en fyrir öll þetta minna heldur en þetta min þá kannski kyrr. Þetta minnir svolítið mikið á munin á kyrrstöðu og hreyfinjónustöðli. Ok, þannig að við erum með eitthvað kassa M. Getum við einhvern veginn fundið hvaða hotn þetta er. Þannig þá vitum við að heldar einmitt þegar hann byrjar að renna af stað, þá mun hann fá eitthvað hröðun A sem er eitthvað pínu ponsur lítið stærri heldur en 0. Þannig að við getum skoðað A bara sama sem 0. Skoðum bara A sama sem 0. Og bara við viljum fá A sem er pínu ponsur lítið stærra, þannig að við þurfum allavega að komast yfir það hotn. Ok, þannig tjekkum hvenær A er sama sem 0. Þannig þá skoðum við aftur kraftaöfnum sem voru með. Þannig þá skoðum við hérna aftur. Þá höfum við þetta hérna. Svona. Og við fáum þá að þegar A er sama sem 0, þannig að þegar A er sama sem 0, þá er MG, þá er 0 sama sem MG sin þetta mínus F núl. En það gefur þá að F núl er þá sama sem MG sin þetta.
En við vitum líka hvað f núna það líka sama sem mjú sinnum þ og þ þá sama, þannig þetta sama sem mjú sinnum þ, en þ sama sem mg cos þetta, þannig þetta mjú mg cos þetta. En þá, ef við leysum hérna fyrir hornið þeta, þá getum við deilt í gegn, kannski gerum aðeins fyrir neðan, eða gera það bara hérna. Þannig ég get deilt í gegn með mg cos þetta, þá fæ ég mjú sama sem mg sin þetta, deilt með mg cos þetta, þannig að þetta hérna bara tan þetta. En þá þeta bara sama sem arctan af mjú. Þannig fyrir þetta min, þetta min, þannig að þetta min sama sem arctan af mjú. Þannig kassin byrjar ekki að renna stað nema að ég sé með eitthvað hot þeta sem stærra heldur en arctan af mjú, sem frekar athyglisvert. En hvað þá að gerast fyrir öll hotnin sem eru minnin? En þá höfum við bara að þarna f nún ekki gefið með mjú sinnum þ, heldur það þessi kyrrstöðu núningur sem minnið að sama sem mjú static sinnum þ. Þannig það útskýrir hvers vegna líkanið hérna brotnaði. Þetta brotnaði vegna þess að þarna þurfum við að vera með kyrrstöðu núningin. Ok.